Sælverði og velkomin í einmitt þáttinn á Kaldapottinum. Í dag hann Gunnar Dan Víum mættur á svæðið og velkomin. Takk. Og við fögnum. Síðast þegar við hittumst þá var ég í viðtali hjá þér. Þá varst þú í skúrnum með mér í Rauðagerinu. Já. Það hvað? Ár síðan? Já, sem nálgast 2 frekar. Eitthvað svoleiðis. Þá rak ég úr þér gatnirnar. Það var viðtal sem átti að standa yfir í klukkutíma og ég held að þetta sé lengsta viðtal sem við tókum í þvottahúsinu. Þetta voru mökk lengi. Við vorum næstu í 3 klukkutíma sko. Bróðir minn, hann var að líða yfir hann sko af þreytu þegar við fórum út sko. Já. En jú, það var mjög gaman að hitta þig. Ódauðlegt viðtal, mjög skemmtilegt, ég sé þetta. Já. Stóðst þig vel. Takk. En við byrjum á því, það er gamalli hefð. Hún er ekkert sérlega gömul, en nokkra vikna allan. Þetta held ég 11. eða 12. þátturinn okkar. Og við skálum í Jesúlaði því að það er svo mikilvægt, Gunnar, að taka Jesú í hjartað og guðlegan anda og öðlast fyrirgefningu. Já, öðlast fyrirgefningu. Gagnvart hverju? Svo fyrir ekki með einhverja fleipur. Nei, mér langar að tala um fyrirgefningu nætti. Ég til í það. En fyrst og öllu, langar mér aðeins að kynnast þér. Já. Síðast þegar vorum við viðtalið, þá varstu með fókusun á mér. Nú er ég með fókusun á þér. Hver ertu? Hvaðan kemur og hvert þetta fara? Sko, ég veit ekkert hvert ég er að fara. Ég veit nokkurn veginn hvaðan ég kem og ég veit ekki hver ég er. Það er búin að ræða. Nei, svona þannig, sko, ég basic, kemur Breiðholtinu. Fjölskyldan mín splundrast í allar áttir þegar ég er 9-10 ára. Og svona, eins og segi, svona smá dysfunksionalt og skilnaðir og vesen. Ekkert svona, eitthvað alvarlegt vesen. Svona hefðbundið vesen. Þetta er bara svona hefðbundið vesen, þú veist að 50% af fólki skilur og það er allir eitthvað að skýta á sig og... Viltu 60% skilnaðartíðni í hjónaböndum? Já, það er, við erum komið þangað. Já, en þú veist, það var einhvern veginn þannig, þannig að ég fer úr því einhvern veginn að vera í einhverju svona með báða foreldra heima og það einhvern veginn fer allt í allar áttir og það fer á stað svona tímabili í lífinu þar sem ég flyt mikið og og skipt skóla og svona og ég einhvern veginn, það er svona einhver óróleiki í mér og ég er búið í öllum hverfum Reykjavíkur nánast en semst upprunalega úr Breiðholtinu og bý á Íslandi þar til ég er 20 og þá fer ég svona svolítið á flakk og fyrst semst einn með félögum og fer á eitthvað ársferðarlag þar og kem svo heim í einhvern smá tíma og kynnist núverandi konunni minni sem við erum búin að vera saman í aldarfjórðung, núna í haust. Og við vorum saman á Íslandi í eitthvað 1,5–2 ár áður en við svo í kringum 2000 förum sérst á annað flakk, seljum allt sem við eigum á Íslandi. Kaupum okkur húsbíl og förum á eitthvað Evrópuflakk og við basically komum ekki heim fyrir en 15 árum seinna. Þannig að Og bjöggum bara í bílnum, ennlega? Nei, við vorum ár í bílnum en svo einhvern veginn enduðum við í Nörrebrú og Kaupmannahöfn og bara, ég og Kaupmannahöfn var bara mitt place í 14 ár. Já, ok. Já. Og skullar í dönsku og allt? Já, ég er alveg fluent talandi á dönsku og lærði nýtt tungumál og kynntist mikið af fólki og nýri menningu. Kynntist Dönum og og hvernig bara svona danskt samfélag er keyrt sko og einhvern veginn kem með það tilbaka þegar ég kem svo til Íslands fyrir 8 árum þá kem ég með þessa dönsku samfélagsvitund inn í íslenskt samfélag og hef í rauninni enga reynslu af því að búa í íslensku samfélagi sem svona fullorðinn. Ég var svo ungur og mikill krakki og mikill vitleysingur því ég fór. Þannig ég er allt í einu kominn til Íslands og búinn að læra allt sem ég lærði í Danmörku þrátt fyrir alla mína bresti sem ég auðvitað tók með mig líka til Íslands en þá fer ég svona að sjá á Íslandi ég myndi segja hvað okkur vantar. Hvað er það helst? Sko, Ísland hefur verið kallað Sikiley norðursins. Þú veist, þú hefur aldrei heyrt þetta? Nei. Nei, þú veist,
mér finnst allt vera svona frekar sveitt þetta. Og mér finnst við vera keyrð svolítið áfram af svona mikill hvatvísi og við erum keyrð mikið áfram af svona eigingjörnum hvötum. Og þetta eru svona ákveðin hópur einstaklinga sem að þetta eru einstaklingar sem að njóta ýmist hylli upp á yfirborði og svo líka einstaklingar sem að njóta virðingar í skugganum og það er eins og leiksviðinu sé stjórnað og það er mikið spilling og þessi stéttaskipting og þessi skipting á auði og annað, hún er náttúrulega bara hún er að skekkjast og þannig að mér finnst einhvern veginn það skiptir einhvern veginn engu máli hvað ég kýs. Nei, það breytir engu. Fattarðu? Því að ef það er einhverjir nokkru svona litli flokkar sem að telja sér trú að þeir raunverulega vilja breyta einhverju þá eru þeir svo litlir og þeir eru kannski svo margir þannig að þeir eru allir einhvern veginn að vinna móti hver öðrum og svo ertu náttúrulega bara með þessa risa sem að einhvern veginn við hérna í þessu Stockholm syndrom ástandi hérna bara kjósum yfir okkur bara tímabil eftir tímabil þannig að ég einhvern veginn gaf það alveg upp á bátinn, það er einhvern veginn engin svona von á okkur svona skilvirku og svona okkur raunverulegu lýðræði það sem að fólk tekur ákvarðanir út frá sameiginlegri velferð. Ég tek undir þetta. Við erum svona við erum svona eilandsvitund og þetta er bara svo ég hoppa aftur til Kaupmannahafnar þannig að þetta er með þétt samfélag. Fólk býr þétt, fólk býr í litlum íbúðum, fólk er í almenningssamgöngum, fólk hjólar, fólk er sósíal. Sumarið er lengra og heitara sem þýðir að fólk er miklu meira úti við. Fólk er í görðunum, fólk er í samneyti við hvort annað. Skilur hvað þið? Já, algjörlega. Og það er eitthvað svona samfélagsvitund stimpluð inn í fólkið, þannig meint að samkenndin í þessum einstaklingum sem að koma úr þessu umhverfi, það er þeir upplifa sig ekki þannig að það er ég og hinir, heldur eru þeir hluti af einhverri heild, þeir eru hluti af samfélagi og þinn hagur er minn hagur og þinn sársauki er minn sársauki. Nákvæmlega. Skilur hvað við? Það er raunveruleikinn. Það er allavega það sem að ég get ímyndað mér og hef séð að skilvirkt samfélagi er keyrt á þessu samkennd. Þannig að kannski í botn og grunn, hvað sá ég þegar ég kem til Íslands? Það er skert samkennd. Já. Skilurðu? Algjörlega. Og við erum ung þjóð og við komum einhvern veginn ára okkar fyrir borð, peningalega og förum allt í að lifa í vestrænum gildum. Já. En það varð einhvern veginn eftir þessi náungakærleikur. En við birtum hann ef það er eldgos, ef það er skriða einhvers staðar. Já. Það þekkjum við. Í hamfarir. Við tengjum við náttúruhamfarirnar. Við tengjum við það og þá er samkenndin komin upp á borð og við gerum, okkur ekkert sérlega vel við útlendinga, þeir eru ekki partar af þessu, en við Íslendingar... Þetta er heldur bara eitthvað í mannlegu eðli, Já. Að þegar að hörmungin er það stór að vanmáttur einstaklingsins verður kristalskýr, þá eru við tilbúin að fara í eitthvað rótakerfi og sameinast í eitt, En það er aðeins þá, Út frá reynslubankanum okkar. Já, einmitt. Sem þetta reddast. Þetta reddast. En þetta er sjúklega áhugavert, allt saman. Ísland er áhugavert. Og ég held, við komum heim og þá komum með barn og þá komum ég er með ungling í dag, Og ég sé þetta alveg fyrir mig þannig að þegar hún er komin á lappirnar og komið með sitt. Alveg fullorðin sem sagt. Já, þá held ég þessi farin, aftur. Bara goodbye. Já, ég held það. Ég væri til í að vera á Íslandi í, kannski eitthvað svona hluta á ári, en stóran hluta ásins þá hef ég ekki áhuga að vera lengur,
Nei, enga veginn, sko. deili í með. En við vorum að ræða þetta fyrir þáttinum, grunnskólakerfið, nú dóttiðin, nú hún að labba í gegnum það kerfi, sem grunnskólakerfið. Yeah. Í mínum huga það mjög skýrt hvað óbóðslega brotið þetta grunnskólakerfi og við svona reynum að sneiða hjá því eins og kjöt og fiski, að því ég er veganisti, sko, ég þarf alltaf að koma því að tala raunverulega grunnskólakerfi. Þannig eru einstaklingar sem eru samkvæmt lögum skyldugir til að mæta í 10 ár frá 6 ára til 16 ára aldurs inn í einhverja kennslustofu og ekkert múður. Nei. Og ef að kerfið þar ekki humanist, þá bara gisk hvernig þessi krakkar fara. Bættu svo við brotin í fjölskyldu. Þannig við þurfum ekki að hissa hver útkoman er. Það sé biðlistin í fangelsi og meðferðarstofnanir og annað slíkt, sko. Já. Heldur við séum með grunnskólakerfi sem að... Það boðið upp allt mögulegt. Veist, ég sjálfur, hættur í starfi þar sem ég kendi smíði í Valdorfskóla í Reykjavík. Þar ertu samt fyrir utan kassan. Valdorf, því sonur minn var í Valdorf. Já. Og ég fylgdist með því þegar hann var að vaxa úr grasi. En það samt fyrir utan færibandið, sko. Já, það er það. Það var sjálfstæð hugsun þar í gangi. Já, svona að einhverju leyti og ótrúlega margt sem að ég sá og upplifði þar. Ég kendi þar í 5 ár og stelpa mín var sem sagt fyrstu 7 árin sinn í Valdorf og þar var hann búinn að vera 2 ár á Valdorf leikskóla og ótrúlega margt gott sem kom úr því og það hefur svona með sköpun að gera og ákveðin svona takt, ástíðatakt, það sem unnið eftir og en svo á sama tíma, þá upplifum við það þegar hún svo skiptur skóla, fer úr Valdorfkerfinu yfir í þetta hefðbundna skólakerfi sem hún gerir, sem komin í gagnfræðaskóla núna, að þá mætir henni svona svolítið nýr veruleiki. Og þá komumst við að því og það er alveg eins, ef við ætlum að fara að setja sök á eitthvað sem er kannski líka fáránlegt, þá get ég alveg sett sökina á mig eins og kannski í skólakerfi, þannig hún kemur, finnst mér frekar veik akademist, sem sagt í þetta almenna skólakerfi. En þegar ég segi veik, þá er það náttúrulega alltaf í samanburði við eitthvað annað. Fattar við? Þannig að þá er ég að bera í rauninni hennar frammistöðu saman við kannski hvernig hismið af öðrum börnum sem eru búin að vera í þessu almenna skólakerfi alltaf, sko. Ég meina, þú ert að lesa 150 orð á mínútu þegar þú ert eitthvað í 8. bekk. Þarna kemur hún ekkert svakalega sterk inn og svo voru þarna jafnaldarinnar sem voru að koma úr hinu almenna skólakerfi og þeir gátu þú getur lesið 150-200 orð á mínútu bara eins og einhverjum svona uppboðshaldarar í Texas, sko. En svo kemur spurningin hversu mikið situr eftir á textanum, sko, þegar þú ert búin að lesa. Hver er lesskilningurinn þótt þú getur lesið hratt? Þannig að þetta er alls ekki svart og hvítt. En núna er hún komin í þetta kerfi og svo ég var að segja við því hérna áðan fyrir viðtalið, sko, það er ekki lengur gefnar einkanir en það eru litir. Það er umvel það sama. Þetta er basically það sama, sko, og þetta er svo frammistöðu mótivera eða kyrrt. Og þetta er ótrúlega fín lína, sko, því það er raun ekkert af því heldur, því þú verður að þjálfa upp þrautseigju. Þú verður að geta tileinka þér eitthvað nýtt og lært. Og við verðum að geta lagt saman, og við verðum að geta deilt, og við verðum að geta reiknað út prósentutölu og tugabrot og allt þetta blaðskilur. Ég hef allavega þurft þess. Ég þarf að tala rétt mál og vera skrifandi, þannig ég geti tekið þátt í samfélagi, segja sér sjálft. Ég þarf að geta byggt upp einhverja ritgerð með inngangi, meginmáli og lokaorðum. Það er ekkert að þessu. Í sjálfu sér ekki. En það er kannski, það sem er fyllin í skólakerfinu er eitthvað sem er svona fasist plagg og heitir námskrá. Já. Þar sem að þú setur þessa kvaðir á alla einstaklinga sem fara inn. Og í hverjum árgangi eru 4-5 þúsund börn. Já. Þetta er engin smá fjöldi. Og þú þarft að fara í gegnum ákveðin námsefni á ákveðnum tíma og við erum ennþá með sama system frá tímum Platós
það er einn kennari på töflu og svo eru 20-30 krakkar sitandi og hlusta og taka borð upplýsingar og svo ertu metin út frá því hvað tekur borð. Já. Mér finnst við ekkert vera að þokast í rétta átt með þetta. Nei, þarna kemur ábyrgð foreldra líka, það sem þetta samtal sé á við dóttur minna, þú segir einmitt, svo ert þú metin. Í rauninni ert þú ekki metin. Frammistaða þín metin. Birtingamyndin metin. Ég ekki frammistaða mín í skóla og þetta þetta samtal sem ég á við dóttur minna stöðugt. Ég sífellt að hamra á þessu. Litirnir sem þú færð út úr þessu prófi hérna sem þú fórst í, það segir ekkert til það hver þú raunverulega ert. Nákvæmlega. Hvernig ertu búin að undirbúa þig? Sko, þið búin að langa að standa þig? Ertu búin að vera að leggja hart að þér? Ertu búin að vera að gera þitt besta? Ertu búin að vera að leika þér á sama tíma? Þetta búið að vera þráhyggja? Hvernig þetta búið að vera fyrir þig? Hvernig ertu búin að standa þig? Það er það sem segir. Það er það sem að rauninni situr eftir, sko, burtséð frá því hvaða litir koma úr prófinu, sko. Mér langar svo að taka það fram, ég að tala dóttur mína henni sem dæmi, henni er búin að ganga mjög vel, sko. Já. En hún hefur þurft að byggja sig upp, við þurftum að vinna upp mikið þegar hún kemur úr Waldorfkerfinu til þess að, því það voru bara aðrar áherslur og ekkert að því. Ég mjög sáttur, og má alls ekki misskilja mig, ég mjög sáttur við öll hennar ár í Waldorf og hugmyndafræðin út frá Rudolf Steiner náttúrulega bara snild, háandlegt stöf, Algjörlega. Og þetta geta Waldorfskóla verið reknir misvel, og sumir með gamla sögu og rosalega svona established og vel fungerandi og vel mannaðir og svo kannski með einhverjar aðra stofnanir sem það er kannski búa við aðeins meiri manneklu eða hvernig sem það er. Já. En já, ég veit ekki maður. Ég held að þetta ábyrgðin snýr að upplýstum foreldrum. Ég get ekki alltaf verið að básúna og benda á skólakerfið. Nei, en það það í sjálfu sér að skólakerfið hverfist sig sjálft í rauninni. Já. Svona svo stofnunum hætti til að gera. Það er alveg saman hvað stofnun stígur inn í, þær verða sjálfhverfar einhverju leyti og fara að næra sig sjálfar og stytta tímann sem getur hringt í þær. Því þetta er ákveð áreiti þjónustan sem þú átt að veita. En það sem gerist í hugum barna, auðvitað er baklandið það sem skiptir öllu máli. Í hvað, nú erum við ekki að tala dóttir þína per se, heldur bara krakka almennt. Þú veist, það er einelti og það er ofbeldi og það er alls konar hlutir sem spila inn í þetta. Og svo erum við sem tegund, bara mann-apinn, við erum svolítið keppnis. Hver er bestur? Hver er formaðurinn? En það er skert samkennd. Nákvæmlega. Eða merki hana. Já, þegar egoið okkar verður stærri en Esjan, þá er þetta komið í óefni. Og þetta verður keppnis á hverju vori er gefið út 10. bekkja keppnis, skólakeppnis þing, hvaða skóli kom best út í 10. bekkjar á hverju ári er þetta gert. Þetta er keppnis. Þetta er þannig. Og með þetta mentalitet ferðu svo inn í menntaskóla, þaðan fer inn í háskóla og þaðan ferðu út á vinnumarkað. Og vinnumarkaðurinn er búin að tengja sig inn í háskólana. Þetta er forritun. Það er verið að forrita fólk til þess að geta tekið þátt í samfélagi sem er drifið áfram af í rauninni kapitalískri hugsun. Það er bara basically þannig. Það er alltaf bara hagnaðardrifið hugsun bak við þetta. Já. En það, veist, ef að krakkar eða ungt fólk eru með brotna sjálfsmynd, sem mjög mörg eru, það þarf ekki verið eins sérstök ástæða fyrir því. Bara ég líti aðeins að öðruvísi út en nóg til þess að heimurinn minn ruggar og við þurfum að miða okkur við það bestu, góð sjálfsvirðing miða sig alltaf við það bestu. Léleg sjálfsvirðing miða sig alltaf við það verstu. Og það er miklu auðveldara fyrir mig, það er bara að vera eins og Dúti Róni heldur en að vera forsætisráðherra. Skilurðu? Já, ég skil. Þannig að dræfið mitt verður neikvætt, þannig ég brýst inn á fleiri stöðum og fæ prikið klappar frá vinum mínum á götunni. Svona virkar þetta. Já, það gerir það. En ég er sannfærður það að stuðningurinn sem
sko, barnið á að njóta heimafrá er krúsjál. Og við tökum þessu svo, við tökum þessu, sko, það að það er ekkert mál að búa til börn, það tekur 3 mínútur. Svo getur við gengið með þetta dót og svo fæðir þetta, svo ferðu inn í þetta uppeldi. Sko, við þurfum að fara að skilgreina uppeldi, sko, og hvers krefst það af mér? Er það nóg fyrir mig að ég sé með vinnu og ég sjái barninu minni fyrir húsaskjóli, mat, og ég geti hjálpað því að læra prósentu eða tugabrót, sko. Það kannski hjálpar eitthvað. Það hjálpar út frá einhverju svona yfirborðskenndum kröfum samfélagsins. En ég þarf að fara á dýptina í sjálfum mér svo ég sko nái að í rauninni að kynnast í rauninni hver ég raunverulega sem manneskja, sjálfbær, hvert eðli mitt í þeim tilgangi að koma því áfram og yfir til barnanna minna. Og skapa þessi tengsl að sjálfsögðu í samtali. Ég segi það og fullum fetum, alveg fullum fetum að barn sem elstu, það skiptir engum máli hvort sem nýrbíll í hlaðinu eða gamall eða hvernig húsnæðið eða fötin, ef barnið með á hreinu, að það elskað og það virt, þá verður það heill einstaklingur. Ef það gengur með það í maganum, ég elskaður og ég virtur. Tengsl. Nákvæmlega þetta. Og þá get ég flonkað í leikfimi eða hverju sem það hefur ekkert áhrif á útkomuna. Skilur hvort mér gangi vel í þýsku eða ekki. Skilur, ef barnið upplifir það alltaf, já, ég elskaður og virtur. Það eru þessi 2 faktorar. Svo má byggja alls konar von á það. Ég hef það á tilfinningunni að það séu ákveðin öfl hérna í gangi sem vilja tengslarófið. Þau vilja aðskilja okkur og það er gert með tækjum, miðlum, með afþreyingu og slíta þessi tengsl á milli fólks inn í fjölskyldu. Og bæði, sko, ekki bara verið að slíta tengslirna við stórfjölskylduna, heldur líka bara innan heimilisins. Ég held við sem svolítið að vakna upp við það að þessi tækni sem var til og hún svona kom hægt og rólega og svo allt í einu núna situm við upp með birtingamyndin af veseninu í kringum þessa tækni. Ég var að horfa á einhverja fræðslumyndu daginn, ég verð að segja þetta henni. Og það var einhver breskur spekulant, einhver doktor, sem var að rannsaka unga krakka á samfélagsmiðlum. Og það var sem sagt það, ef þú ert óvirkur á samfélagsmiðlum og notar það mikið. Sem barn og unglingur? Já, og fullorðnir. Og þú ert bara semst ósynlegi, þú lætur hvergi sjá þig. Það var mun deprimeraða fólk, heldur en þeir sem stíga inn og eru jafn mikið á samfélagsmiðlum, en eru að rífa kjaft og eru að segja eitthvað og svona. Þannig samkvæmt því ættu nettröllina að líða rosa vel því að þau eru alltaf til á sig á samfélagsmiðlum. En rannsóknin sýndi þetta? Já, þeir sem eru virkir í samskiptum á samfélagsmiðlum líða betur eftir að nota þá. Þeir sem eru óvirkir líðu verr á eftir. Og það kemur út af þessari sjálfsmynd. Já, en þarna þessi rannsókn örugglega ekki, sko, hún gerð á fullorðnu fólki. Já, þetta var háskólafólk mest. Já, ég að segja það, sko. Í kringum 20. Já, en á sama tíma, sko, spáði því þegar að eru aðrar rannsóknir sem sýna það að, sko, veldisvöxtur í sjálfskaðahegðun og sjálfsvígum unglinga, sko, í kringum 2011, 2012, beintu, veldisvöxtur, sko, með tilkomu smartsíma, þegar að í rauninni samfélagsmiðlar eru allt í einu komnir í hendurnar. Já. Og af hverju ætli það sé? Ef við förum í sourcið á því, hvað að gerast í huga einstakling sem ákveður að skjóta sig, að hengja sig, hvað aðferð sem notuð við það, veist, ákveða að stimpla sig út úr samfélaginu? Sko, sérðu harminn sem að liggur bak við þessi ákvörðun? Sko, til þess að ég vaxi sem manneskja, þá þarf ég að sko hafa hæfni til þess að ég þarf að geta íhugað
og þú tekur bara orðið, sko, to meditate, þetta basically sama orðið to contemplate eða to ponder og það að íhuga, það að hugsa viðfangsefnið sem til staðar fyrir fram að þér. Og þetta getur viðfangsefni í rauninni bara hvernig samskipti á ég við fólk, í hvaða samtali ég hér og nú til þess að geta haldið einbeiting og fókus, hvaða verkefni eru framundan, hvernig ég búin að koma fram við annað fólk, þannig ég sit og ég get hugsað, get notað hugsun mína rétt. Og þetta spann til íhugunar, þetta frá A til B og þetta tíminn sem ég get verið fókuseraður á einn hlut. Þetta það sem verið að æfa með að kyrja til dæmis. Þetta fer með ákveðna möntru, takt. Það að halda athygli á okkur ákveðnum stað í einhvern x tíma. Miðlarnir, þeir eru hérna. Og þetta spann sem að, sko, með tilkomu þessara miðla byrjaði svona, það alltaf að styttast, sko. Og þessi þröskuldur bara orðin, bara einhver 1,5 sekúnda það. Skilur hvað við? Já. Og sama tíma ég að framleiða boðefni á fullu, sko. Þannig að ég orðinn háður því að vera stimuleraður stöðugt. Ég orðinn háður því að taka efnið utanfrá og inn í kerfið í staðins að sitja í sjálfum mér og draga myndina innan frá og svo manifesterast hún út frá íhugun á viðfangsefnið. Meikar þetta sens? Ég skil hvert þú fara, algjörlega, ég með þér hérna. Og ég, sko, það auðvelt fyrir mig að segja þetta óháskóla menntuðu manni, því ég hef ekki lært neitt fyrir mér í þessu á akademísku sviði, sko. Þetta bara með því að rannsaka sjálfa mig. Því að ég kem af þessari týndu X-kynslóð. Árið 2011-12, þegar unglingar byrjuðu eitthvað að valda sér sjálfskaða, þá ég náttúrulega bara löngu byrjaður á því, en þá ekki með tilkomu samfélagsmiðla heldur bara gegnum alls konar öðruvísi fíknihegðun. En ég kominn af þeim tíma sem að ég gat setið í sjálfum mér og tengst að einhverju leyti. Ég var sendur í sveit, þar lærði ég að vinna. Við höfum með þrautseigju að gera líka. Þrautseigja líka það að geta haldið fókus á eitthvað ákveðið viðfangsefni og þetta verið vinnun í 8 klukkutíma. Fattarðu hvað ég við? Mikið ungu fólk í dag getur ekki einu sinni mætt í vinnu. Það getur ekki einu sinni unnið. Og það ekkert eitthvað endilega þeim að kenna. Þetta bara samfélagið hefur gert þau af slíkum einstaklingum. En svo gleymist alltaf, það að sko, það þarf heilt þorp til að alveg bara. Ég veit ekki hver ég nema umhverfum mitt segir mér það. Og til þess að ég fái raunhafa mynd af því hver ég þarf samfélagið mitt að vera heiðarlegt við mig út frá því upplýsingu sem ég gef samfélaginu. Skildirðu mig? Þetta sjúklega áhugavert. Því að sko ég fæ tilbaka, þetta eins og neikvæð sjálfsmynd. Ef ég ekki nógu góður, þá kalla ég á neikvæð athygli með hegðun minni eða talsmáta eða hvernig sem ég gera það og fæ staðfestingu á því, ég ekki nógu góður. En þarna eins gott þú hafið dómgreind til þess að vega og meta hvað rétt og hvað ekki. Því að sko, ég var að tala við einhvern daginn og hann sagði sko, álit annara skiptir mig engu. Álit annar á mér skiptir mig engu. Skilur, mér skítsam álit annara. Og þetta voða mikið í tísku, eitthvað bara, þú má bara finnast hvað sem þú vilt mig, mér alveg drull. Fattarðu, þetta svona bara, ég ekki meðvirkur. En spáði í því, og ég fór að hugsa þetta, ég fór að íhuga á þetta, og ég komst að því að álit annara á mér skipti mig gríðarlega miklu máli. Ég með þér. Og af hverju gerir það? Því ég vex með því að íhuga á viðbrögð umhverfis gagnvart því hvernig ég hegða mér inn í umhverfi. Þannig ef að þú segir mér eitthvað eða veitir mér eitthvað feedback á eitthvað tjáningu sem kemur frá mér, hvort það sé hegðun, orði eða máli, hvernig sem það þú segir mér að ég sé svona hinsegin, annað hvort þetta er búin að standa þig vel eða illa, eða eitthvað staðar þar á milli, þá íhuga ég á það, sko, með það leiðarljósið að innsæið mitt segir mér svo hvort þú hafir haft rétt fyrir þér eða ekki.
En til þess að geta það, þá þarf ég að geta tekið sjálfa mig með algjörum fyrirvara. Já, hver segir það og hvernig segir hann það? Já. Til þess að það make sense, sko. Já, ég að segja það. Þannig að ég kemst ofta því að ég er mikið á samfélagsmiðlum og ég skrifa greinar og rið kjafti yfir öllum mögulegu og fæ alls konar viðbrögð og þessi viðbrögð skipta mig máli því ég kemst bara sjúklega ofta því að ég hafði rangt fyrir mér. Og ekki kannski stundum alltaf, og ekkert endilega rangt fyrir mér, oft hefur ég haft rangt fyrir mér, en stundum þá hafði ég bara rangt fyrir mér út frá því hvernig ég bar þetta á borð. Sérst, bara aðferðin var röng. Er það? Já, oft er það þannig, en stundum kemst ég að því að fólk eru bara vælukjóar og eru bara með væl. Nákvæmlega. En ég kemst aldrei af því fyrir en að ég er búin að íhuga á það og finna út hver sannleikurinn er. Og sko, þetta monkey mind. Hefur heyrt þetta koncept? Nei. Þetta er apinn sem sveiflar sér frá trjágrein yfir á aðra trjágrein og hann sleppir aldrei trjágrein 1. Hvernig búin að tækja henni? Sem þýðir að hver hugsun óverlappar, hún skarast. Og þannig virkar monkey mind, að ég er bara með stjórnlausa hugsun, ég fer bara frá einni hugsun yfir í aðra, yfir í aðra, yfir í aðra, yfir í aðra, ég er bara eins og einhver uppvakningur hérna, með enga stjórn á neinu sem er að gerast. Ef að ég ætla að hugsa skilvirkt, þá þarf ég að kyrra hugan, og ég þarf að búa til rýmið, svo að athygli mín hún geti skoðað viðfangsefnið og íhugað á það 360 gráður. Já, ok. Skilurðu hvað ég við? Já, ég skilur það. Og með því að ef ég get það, og þetta er ekki eitthvað sem er kennt í skólum, þetta má kannski koma inn, þetta vantar kannski. Ef ég get skoðað viðfangsefnið 360 gráður, þá get ég myndað mér, þá kemur niðurstaða og skilningur. Og skilningur og niðurstaða sem verður að þessari vissu, þá get ég farið að koma fram á öryggi og styrk og hugrekki. Því að ég held ekki eitthvað, ég fucking veit það. Skilurðu hvað við? Algjörlega. Og svona, ég veit ekki, svona finnst mér ég fara í gegnum lífið alveg bara, ég er í stöðugu viðnámi við samfélagið. En það er eitt sem liggur svolítið í þjóðarsál okkar Íslendinga sem er mjög áberandi og birtist leynt og ljóst. Það er þetta koncept, hver heldur þú sért? Já. Og þaðan kemur oft reiðin og biturðin, hún birtist í því, Gunnar Dan, hvað heldur þú sért með að skrifa svona grein? Þannig að sko, ef að þú ert sáttu við greinina, að því þú tókst orðið meðvirkni hérna inn á þann, það er hárfín lína milli meðvirkni og samkenndara. Skilurðu? Já. Hvenær er ég meðvirk og hvenær er ég í samkenndinni? Og margir rugla þessu tvennu. Já. Þannig að ég get klárlega í meðvirkni minni sett like á greinaðina í meðvirkni, en ef ég er sannur, þá get ég sagt þér hugminn með greinina. En þá geri ég á þannig máta að því ég er með respekt fyrir umhverfinu mínu, að þú getur tekið við því. Ég byrja ekki kommenta og segja helvítis fávitið þinn. Þú mátt alveg. Veist, með því hrekja út í hot. En þú mátt alveg. Ég má það, en ég leyfi mér það ekki, að því mín lífsregla er svo, ég má gera allt sem ég vil í þessu lífi, svo framalega sem ég meiði ekki aðra. Viljandi, sko. Þetta meiði einhvern, olbúa mig í gegnum eitthvað og veist, það er bara lífið. En ég fatt alveg hvað þetta fara. Þetta er margslungið maður. Þetta er tómt vesen að vera lífið. Þetta er algjört vesen. Og það er rauninni tómt rugl, sko. Og meikar engan sens. Og gerir það ekki, sko. Nei. Þetta meikar engan sens fyrir mig, sko. Nei. Og en ég held að þetta sé í lagi, sko. Og allt saman. Og ég finn mig allavega á stað í dag þar sem að, sko, veist, ég er bara, ég er búin að vera edrú í 6 ár og 11 mánuði. Til hamingju með það. Já, takk. Og veist, það er annarkveð maður og edrú. Veist, þetta er orðin svo mikið klísja, sko.
En þú veist, ég búinn að vera bara frá því mann eftir mér. Þetta byrjar með sykri og klámi og spennu og þú veist, einhvern veginn og svo yfir í kannabis og svo kemur áfengi og svo kemur kókaín og svo kemur spýtt og svo blandar þessu öllu saman og þú veist, ég er búinn að vera að reyna að hlaupa undan einhverju bara frá því mann eftir mér. Og hlaupa undan einhverju sem ég taldi vera hættulegt en svo þegar öllu var á botni hvolft þá var ekkert hættulegt við það að staldra við sko. Ekki neitt sko. En þetta eru líka syndir forfeður okkar sko, og mæðra. Þetta hvílir yfir okkur svona einhver sameiginlegur sársauka líkami líka sem að við bara eitthvað þurfum að horfast í augu við og en ennþá meikar þetta ekki neitt sens fyrir mér sko. Ég skil því sko, ég er búinn að fá að sjá það að ég áttaði mig á því að til þess að finna sjálfa mig og komast að því hver ég er, þessi stóra spurning sem þú ert búinn að spyrja hérna núna, þá ég get ekki sagt þér hver ég er, en ég get hins vegar sagt þér allt það hver ég er ekki. Ja. Þannig að í stað þess að leita ljósinu og sannleikanum, komdu á þetta námskeið og fyndu sannleikan 1900. Til þess að finna sannleikan, þá þarf ég að leita að lyginni í þeim tilgangi að uppræta hana, segja hana upphátt, því lygin þrífst í þögn og myrkri. Ég þarf að ávarpa hana og segja hana upphátt og hún koðnar fyrir vikið, rýmið eykst og sjáðu svo til. Svo kemst ég að því þegar farið að rofa til hérna á heiðinni að ég sé bara einhverja spegilmynd. Og það er bara einhver svona tjörn hana sem er bara vitundin og ég sé spegilmynd og ég sé bara ómælda fegurð. Ég sé eitthvað guðdómlegt og ég kemst að því að sá sem sér og sá sem leitar að sjálfa sér. Að sjálfsög. Og þetta er eins og við talaðum Jesú áðan. Hvað var hann, sagði hann ekki? Ég er sannleikurinn og lífið og ljósið og ég er fucking maðurinn. Bruno. Og það er það sem hann er búinn að átta sig á þegar hann horfir í tjörn tærra vitundar og sér þessa endurspeglun. Því hann er búinn að hreinsa þetta drasl. Allt þetta rung og klám og allt þetta rugglibull. Sama gerist með Búdda. Búdda var klámfíkill. Já, hann var kynlífsfíkill. Það var kannski ekki komið mikið klám upp í þá sko. En hann var búinn að lifa bara í einhverju kvennabúri bara, þangað til að hann eitthvað bara var dreginn eitthvað út fyrir múrinn. Það var eitthvað sem dregur hann út og hann vil fá að kynnast uppruna allra þjáninga. Svo þegar hann situr undir trénu og rétt áður en hann uppljómast, þá kemur Mæja til hans, einhver svaka bomba, og vúbi vúp, vabbi vabb, og hann setur einn puttan í jörðu og einn til himins og hann segir, heyrðu Mæja, ég sé þig. Hann sá blekkinguna fyrir það sem hún raunverulega var og hvað gerist? Púff. Það var ekki til. Þetta er blekking. Þannig að hann er búinn að búa þetta rými til og hann sér inn í þessa vitund og áttar sig á því að hann er ljósið sem leitar að sjálfum sér og hann fer inn í samadí ástand. Sama gerist með Jesú á krossinum. Hann er hérna eitthvað í tómu rugli, geggja vesen, þú veist, hann er bara fuck, ég er í smá klemmu hérna og bara eitthvað guð, af hverju ertu búinn að vera svona vondur um mig? Bara eitthvað, af hverju ertu búinn að yfirgefa mig, þú veist, poor me. Og hérna, svo verður hann fyrir þessari vitrun. Það sem hann bara átt að sjá því, heyrðu, ég er maðurinn sem er búinn að negla þessa neglaðina, sko. Við erum einn og þeir sama, sko. Og hann öðlast, sko, frelsi og hann átt að sjá því að þjáning sín er þjáning hans og þjáning hans er þjáning mín og hann biður Guð að fyrirgefa þessu liði hérna sem er með dólg. Og hann er hann uppljómaður maður. Heyrðu, það er uppstigningardagur í dag. Já, til hamingju með hann. Skilurðu, það er ekki það, ég er alls ekki trúaður þarna en þetta snýst þetta hann nú er ég alveg komin á flug. Þannig að, sko, ef maður ætlar að, sko, ala upp börn, þá þarf ég helst, og það ætti mögulega að vera skilyrði að ég auðvitað má gera mistök, en ég þarf að komast inn í einhverja uppljómun. Hvað var það
sko, úr hverju ég byggður, sko. Ekki efnið, ekki hugmyndafræðin, ekki einhver svona pólitísk afstaða, einhverja félagslega venjur, reglur og lög, heldur hver andinn. En þetta það sem flest fólk gerir, það staðsetur sig í HR, stjórnmálaflokki, trúfélagi, yes, húsfélagi, hverfi, borg, bæ, Íslendingur, Karl, kona, Evrópubúi. Já, Evrópubúi, Skandinavi. Við viljum svo vera Skandinavíubúi. Skandinavar, sko. Já. En við erum á fullu í þessu. Já. En flestir, og ég fullir það, flestir hafa ekki kjark til að finna sjálfan sig. Að þeir vilja það ekki. Þið viti bara ekki að þeir þurfa að stoppa og hætta að leita. Já, ef ég fer með börnin bæði í Kringluna á laugardegi og Smáralind á sunnudegi, þá helgi vel varið. Skilur, þetta allt út. Þetta er ömurleg helgi. Já, sko. Alveg eins léleg hún gerist. Já. En fjöldi manns, með fullri virðingu, að ég held að fólk sé ekkert að leita sjálfum sér. Það bara gerir hlutin á átó. Kentucky. Þetta svolítið eins og hjónin sem að spurðu hvort annað alla ævi hvað var í matinn í kvöld og svo bara dóðu. Ég tengi þetta alveg við þetta í amstri dagsins, bara hvað var í matinn. Ég get ekki elda, sko. Ég myndi svelta ef kona mín myndi fara frá mér, sko. Ég hefði fyrir að fá mér au-pair eða frá Tinder eða eitthvað. Ég get ekki, ég í tómu rugli hvað mat var það, sko. En ég tengi alveg við þetta, sko. Þetta þetta hversdagslega dót, sko. En ég veit ekki maður. Þetta bara, samfélagið að keyra á svo mikið, þetta svo mikið, sko. Svo mikið ótti í þessu. Já, þetta hefur með... Já, það auðvitað ótti, en spáði líka bara áreitinu, þú veist. Þannig svo, ég ætla að vera Haraldur Erlend sem hafði orða á því daginn, þú veist. Þú veist, þegar þú ert í þessum strúktúr í dag og inn á miðlum og samfélagsmiðlum og annað, þú þarft að vera að taka stöðu og afstöðu. Afstöðu með því hvort þú ætlar að læka eða kommenta eða út að skoða, þannig að taka bara svona huglaðar afstöðu gagnvart því sem þú lest. Út með stöðugt áreiti. Þannig að bara fyrir hádegi, ertu búin að taka jafnmargar ákvarðanir og sko, sami þú fyrir 50 árum hefði tekið sko á 20 ára tímabili, sko. Skilur þú? Já, ef þið líður ekki vel í eigin líkama, svo auðvitað ferðu á samfélagsmiðla eða í Kringluna eða því ég nenni ekkert með mér í bíó, ég svo leiðilegur. Þannig ég hringi í Gunnar Bjarnar tækni tröllið okkar og segi Gunnar Bjarnar, hvað er bíó? Af því ég svo leiðilegur, ég nenni ekki með mér í bíó. Nei, þú ert þetta með tjaldina og haldur bíósalur hérna inni, sko. Nei, sér ég sko, allt annað en að setja upp mig sjálf á mig. Já. Þá eru aftur komin að íhugunni, svo nefndir. Þetta var sorglegt að geta ekki setja upp mig sjálf á mig, sko. Það er nefnilega svolítið dapurt. Af hverju eigum við svona erfitt að setja upp með okkur sjálf? Þetta er stóra spurningin. Já, þetta er mjög áhugaverð spurning, sko. Okkur í kenta. 20% er genetískar erfðir, 80% eru félagslegar erfðir. Eins og hún nefndi réttilega þann, í mínu kreppi, mínu brölti að reyna að verða eitthvað í lífinu, var ég kannski að díla við shit sem byrja á Vestfjörðum 1637, þar sem allt var í tjóni og svo erfist félagslega bullið, bara fjölskyldu úr fjölskyldu. Þá gæti ég enda bara í askanámskeið reyna að finna út úr þessu. Já, erfðasyndin. Erfðasyndin, syndi feðranna. Og það erfist. Já, shit, maður. Veistu hverju forfeður minni voru? Nei. Það var Hans og Jens Víum, þetta voru sýslumenn hérna fyrir vestan. Og þetta tengist Sunnefumálinu, varstu ekki búin að hefa því? Nei. Þetta voru sýslumenn, sko, og veist, þetta voru kallarnir, sko, það voru 63 konum drekkt á Íslandi. Veist, það var bara eitthvað hent í kartöflupoka út í eitthvað á, veist, á okkur ákveðnu tímabili, veist, fyrir það eitt bara, veist, oftast var þetta bara eitthvað, veist, þeim var bara nauðgað af bróður sinum eða pappa og urðu ófrískar og það bara eitthvað, bara þú hóran mín, bara, veist, bara þú eru bara teknur á lífi fyrir hérna, bara hórlífi og eitthvað svona sifjadót, sko. Klassíst í mannkynssögunni. Já, einmitt. Og þessi kallar, sko, Hans og Jens Víum, það voru feðgar. Jens reynda var ágættur skaur, sko, en hann deyr svolítið snemma í sögunni. En Hans Víum, sem sagt sýslumaður, með þarna einhverja stelpu sem heitir Sunneva, í haldi í einhver 18 ár fyrir það að hafa, sem sagt, eignast barn
með bróður sinum sem bendir allt til þess að sé enga veginn rétt, heldur hafi í rauninni hún var börnuð af syni prestsins og þau átti í einhverju leynilegu ástarsambandi og presturinn var reynda sá sem að útfærði fyrstu yfirheyrsluna á henni Sunnevu áður en sýslumaðurinn stígur inn. Og Sunneva í haldi hjá hans víum öll þessi ár, hann barnar hana aftur þar, en þar hún aftur kærð sko fyrir það að Jón bróðurinn hafi barnað hana þegar þau áttu að hafa verið held ég á sama stað í haldi. Þetta var eitthvað algjör djöfis vitleysa. Jón, sko alveg saklaus, bara unglinstrákur, hann bara sendur eitthvað til Lapplands eða eitthvað og sést aldrei meira og Sunneva deyr bara í haldi þessa manns eftir 18 ár af sko ofbeldi og nauðgunum og legum og rugli. Bara eitthvað úr einhverju, hvað veit ég, sárasótt eða drepsótt eða hvað þetta nú var sem var í gangi á þessum tíma. Hvílíkur harmur. Þetta er bara algjör harmur, sko. Og þessi saga er í öldin okkar og ég man því var að lesa þetta hérna, veist, ég leit alltaf á þessa menn sem sko, þetta voru miklir menn. Þetta voru rosalega litlir menn. Þetta voru litlir menn, það var það sem þið voru sko. Svo færist þetta frá kynslóð í kynslóð. Þetta er ekkert margar kynslóðir, þetta er bara eitthvað árið 16 eða 1700. Og svo sit ég uppi með þetta. Og spurningin er, hvað ætla ég að gera við þetta? Það kemur á kjark þínum. Hvað fóru að gera við þetta? Já, ég ávarpa þetta allt saman og hef gert, hvað var það klámfíkn og annað sem ég varst alveg sjúklega gaman að koma inn á sínum tíma, þegar ég fekk hugrekki til þess að játa það fyrir sjálfum mér og svo í kjölfarið alþjóð að ég væri bara krónískur raðrungari og klámfíkill, sko. Fattarðu? Frá því ég var lítill pjakkur, sko. Hvað er að fyrsta sé fel? Klámi fyrir mömmu. Skilju, og þarna fór ég að búa mig til þetta tvöfalda líferni, sko. Það sem ég sýni umheiminum og það sem ég raunverulega er, sko. Já. Og þetta er náttúrulega ekkert annað en boðefnaframleiðsla, því allt er þetta bara svindla boðefnum. Og þarna, þú veist, og ég vil náttúrulega taka það fram, ég meina kannski ekki að fara eitthvað sjúklega djúpt í þetta, en það að ég skulle vera, sko, bak við luktadyr í, sko, klámneyslu, sko, dag eftir dag, og við erum misveikir á þessu sviðis. Við teka fram, sumir eru mjög veikir þarna, sko, rosalega veikir. Þetta er bara svo hverjanu fík. Alveg bara, og oft á tíðum bara mun verri en fíkn í efni, sko, en þessi gjörð mín, þessi iðkun, þessi neysla, hún gerði það verkum að ára mín út á við og sérstaklega í samskiptum við konur, hún var óhrein. Og því það er lykt af þessu. Það er lykt af þessari skömm sem tengist þessari neyslu. Og fólk sem er næmt finnur hana. Skilur hvað við? Algjörlega. Þetta er óheiðleiki og bara, þú veist, þarna, þú veist, tökum sem dæmi með klámið. Þú veist, þótt að einhverju séu bara henni einhverju mjúku, bara einhverju kósí klámi, skilur, sem er ekkert bara einhver erotík. En þú sækir hana samt á stað eins og Pornhub, það sem eru 10.000 milljón myndbönd og ef þið langar að sjá sko bara dverg og hesta og mæðgur og feðgin og frængur og frændur og jólasveinin og allt í boði. Og þetta er bara allt í boði inn á nákvæmlega sama leitarglugga sem segir mér, og það var það sem maður líka bara er að valda þessari skömm, það er að ég er í rauninni hlutdeild af þessu plattformi sem er að fóðra henni sko massífa sársaukalíkama sem er í gangi hvað varðar brenglaða kynhverfi, sko. Meikar þetta sens? Meikar aldrei sens. En kynfræðslan í dag er í gegnum Pornhub og aðra síður, og þannig að hugmyndir ungmenna kynlíf í dag er bara raunverulega leiki í klámynd, hitta hvort annað, sko. Það er svolítið þannig, en það var það líka þegar við vorum ungi, sko. Það var bara Randi Vest og Vaff og S, sko. Það var bara allt öðruvísi. Já, það var reynda bara blöð þegar ég var. Já. Þannig að það stóð bara með buxurnar á hælunum, alltaf því það var still myndir, sko. Þannig að, sem er í rauninni betra, því ég líka komst að því, hvað rungi var það, því rungi er geggjað. Það er að þarna, sko, þú veist, þegar við vorum að byrja á þessu ungir, þá vorum við að notast við fantasíu, sko. Þetta er svona eins og munurinn að horfa á YouTube eða að lesa góða bók.
því þá ertu allavega með fantasíu og þú ert að vinna með hana og þetta hefur með sköpun að gera og hún kemur innan frá og þú svo dælir henni út verið þess að í bókstaflegri merkingu en klámið virkar þannig að þú ert að fóðra þig á tilbúnu efni utan frá og inn í sem gerir rungið þitt mjög ósjálfbært þannig að þú ert mjög ósjálfbær rungari og þú færir mörk þín alltaf lengra og lengra og lengra til þess að kveikja neistan. Já. Og þetta hefur áhrif á hvernig kynlíf þú stundar með maka þínum, hvernig þú sér konur og upplifir konur, hvað þú heldur að sé rétt og rangt í kynlífi. En þetta er bara allt, það er bara það sama hvaða kynfræðingur reynir að réttlæta klám, hvort sé fair trade eða ekki fair trade og ég veit ekki hvað. Skilur eitthvað ökoklám sem er bara næs, ökoklám er geggjað, bara frábært en þá er þetta bara tómt fucking vesen og þetta er sjúklega fín lína sko. Það er mín reynsla. Já, en sko fíkn í eðli sínu er alltaf flóttið frá sjálfinu. Já. Maður þróa með sér fíkn út frá einhverju sjálfi sem er einhverju brestir í og brotið. Já. Þaðan. Og þegar ég drakk brennivín í fyrsta sinn 13 ára, þá opnuðust himnarnir. Ég fann fyrir sjálfum mér. Ég þorði að vera ég, skilju. Og þetta var gansælt fyllir í ældi þarna út allt og alls konar, skilju. En það fyrsta sem ég hugsaði daginn eftir, þetta ætla ég að gera aftur. Já. Það var búið að sýna mig Guð. Já. Svo ég reyndi að vera fullur eins og oft og ég gat. Já. Svo hætti það að virka, þannig að svo byrja í softkláminu sko og þá kom amfetamínið inn í þetta og þá kom alls konar hegðun inn í þetta og þetta var stjórnlaust. Þetta bregst mér alltaf í lokin sko. Þetta enda bara að 3 vegu sko, geðdeild dauður eða meðferð sko. Veist, það er bara þannig. Já. Öll fíkn endar þannig. Já. En það sem fíklar allir eiga sameiginlegt er þessi rosalega skömm. Já. Sem þeir burðast með innra með sér. Alveg klálega. Og enginn veit hver ég er nema ég þora að sýna hver ég er. Það var aftur komin að því. En það var líka það sem gerðist, sko, veist, þetta snýra ákveðinni viðurkenningu og maður sjá eitthvað ákveðið samhengi og maður átti sig á því að ég verða að segja hlutina upphátt. Veist, og svo er það einmitt þessi klísja líka, skila skömminni. Þú í rauninni skilar henni en ekkert á einhvern ákveðin einstakling. Þú bara skilar henni út í kosmosið einhvern veginn. En það sem gerðist var, sko, þegar ég opnaði mig með þetta, eins og með allt annað sem ég opnaði mig með, að þetta var nánast bara tekið frá mér frá einu degi til annars. Sem er sjúklega áhugavert, eitthvað sem hafði bara haft eitthvað sjúklega mikil völd yfir mér. Missir allt í henni mátt sig. Skilur það? Það er svona andleg vakning eitthvað. Já, allavega svona einhvers konar andleg vakning. En ég má ekki halda það að ég sé komin neitt, sko. Því svo eftir kortið, þá þeir bara að díla við einhvern annan skít. Fattar þau? Þetta er bara stöðugt. Þetta er bara stöðugt verkefni. Þetta er bara stöðug þjáning. Í einhverju formi. Þú veist, lífið er þjáning. Og hérna, spurningin er bara hvernig ætla ég að lifa með henni. Ætla ég að streitast á móti, kreppa og veita þessu stöðugt viðnám og auka á þjáninguna. Eða ætla ég að leitast eftir því ég er karlmaður líka. Og þetta karlmennsku eðli er bara að bara strípa eftir þessu hérna og vinna mig gegnum þetta með þrautsegi og hugrekki og kraft. En svo kemur að þessu kvenlega sem hefur með mýkt og eftirgjöf að gera og mér finnst í dag eins og það að fylgja því einhver skömm að það kvenlega, nú er eitthvað svona, nú er bara karlmennskan orðin eitruð og kvenmennskan, það er einhvern veginn ekkert talað um það, hvað það er bara eitthvað svona, við skulum ekki tala um það, en eins og ég upplifið, þessa mýkt, þessa kærleik og þessa eftirgjöf og með því að gera það í hvert skipti sem að einhvern veginn sásökin, þessi leiðarvísir poppar upp, þá losna ég úr þessum viðjum og ég kemst inn í léttleika. Það er ekki svona alvarlegt. Þangað til að ég fæ svo njálg eftir viku. Skilurðu?
Og það líka tómt vesen, sko. Já. Situr hann einhverju heilsugæslustöð eitthvað kl. 11 á miðvikudagskvöldi, þú ert að tala við eitthvað bólugrafinn læknanema til þess að fá verðmál, sko. Það líka vesen, sko. Skilurðu? Það tómt vesen. Það tómt vesen. Þú veist, ég kannski nýbúinn að sigrast á einhverju rosalegu, svo eftir vikur bara komið njálg. Já. Og ég skammast mín fyrir njálgin. Það líka eitt. Já. Sjúklega gaman að skrifa ég elska að tala njálg. Ég vann í skóla og fekk svo oft njálg. Og í hvert skipti sem ég fekk njálg, þá skrifaði ég alltaf á Facebook. Og bara hashtag, ég fekk njálg. Og bara hashtag, skilum skömminni. Bara hashtag, ég bara með njálg. Fattarðu? Og mér finnst líka svo mikið að gera grín því ég svo mikið á móti ADHD-lyfjum. Ég komst að því, svona kannski í lokin, ekki klukkan að verða eitthvað? Jú, hún bara fín. Já. Jú, við þurfum bráðum að fara að hætta. En þarna, sko, Fyrsti viðmælandir, vill komast út úr þættinum. Kona mín að fara að sækja mig, hún svo óþolinmóð, elska. En ég komst að því, ég að gefa barni, lyfið ADHD eða á fullorðnum, sem sagt Rítalín, Concerta, hvað það í rauninni fyrir mér ekkert annað en smáskömmtun á amfetamíni. Og ég veit hvernig amfetamin virkar, það svínvirkar, það geggjað drögg. En ég komst að því, ég bjó í Danmörku svo mörg ár og því ég kem inn í leikskólana þar, þar bara eitthvað we have burning om, sem þýðir bara við erum með njálg og það skammast þinn enginn fyrir njálgin. Nei, bara samtidig. Það bara njálgur út allt, allir með njálg, en enginn með ADHD. Og svo kemur til Íslands og þá eru allir með ADHD og enginn með njálg. En enginn með njálg og ég kemst að því ég vinn í skólanum að það svona 20% tilkynningarhlutfall á njálg á leikskólum því þetta svo mikið rassaskam. Ó nei, hún Sigga litla með njálg, hvað gerum við? Þurfum við ekki að hringja í skólan og láta vita? Nei, við skulum ekki vera því, við skulum ekki láta neitt vita, veist, og bara beint upp og verðmáks og svo kannski litla Sigga búin að smita bara halva leikskólan, veist, áður en að veita á njálg, en foreldrarnir þorðu ekki að segja frá því, þau fylgir svo mikið skam. Ég komst að því að hér enginn með njálg, en allir með ADHD. Þannig ég fór að fletta upp sjúkdómseinkennum á njálg og ég fór að bera það saman við sjúkdómseinkennin ADHD. Og ég komst að því að þetta var sömu sjúkdómseinkenni. Þannig að ég lagði til að geðlæknar myndu byrja á því að setja á sig höfuðljós, ná sér í límband og athuga hvort að viðkomandi einstaklingur sé ekki bara með njálg áður en hann fer með það í geðprófið og greinir það með ADHD. Skilur hvað þau? Ég skilur. Heldur þetta að sé eitthvað vitið þess að? Ég held að ég útiloka allt annað áður en hún gefur geðlyf. Meiri segja njálg, sko. Meiri segja njálg. Af hverju ekki? Já. En mér langar að tala fyrirgefninguna. Já. Og að ég var að líða svona seinni hlutan í okkur. Þessi fyrirgefning. Og við gömlu rugludallarnir, okkur er kennt það og skólakerfi kennir okkur, segðu fyrirgefðu. Ég er alveg uppið mikið ofbeldi og alls konar og ég bögglaðist rosalega mikið með þetta koncept fyrirgefninguna. Ég gat alveg sagt fyrirgefðu við Pétur og Pál, skilurðu, en mér leið ekki fyrirgefðu. Nei. Og gerandi minni, skilur, ég misnota bara líka og veist, af hverju er það svona mikið atrið að ég þurfa að segja fyrirgefðu við einhvern? Þetta er bara yfirbóðsjálf. Þetta er bara froða í sjálfu sér. Stjúpi minn var ofbeldismadur, mikill ofbeldismadur og gekk í skrokk á fjölskyldunni. Akkur, veist, hann fallið frá. Þannig að ég sagði þetta líka í viðtalum, löngu hann dó. Að þetta var fyrir mér bara þetta bara opið. En ég þarf ekki að fyrirgefa. Það þarf ekki að því að ég sé að böðlast með einhver krump gangvart honum. Ég er löngu búin að raða honum saman í mínu lífi. En ég þarf ekki þetta fyrirgefu. Er bara ef ég lemni nóg oft og segja alltaf fyrirgefðu, þá ég lemni því næst og segi svo fyrirgefðu. Átti búið. Fyrirgefningin virkar ekki þannig. Ég er búin að mastera þetta. Komdu með það. Sett okkur í sannleikanum fyrirgefning. Ég trúi karma. Já. Allt er karma. Þessi flaska er karma. Þetta er allt í samhengi við einhverja gefna forsendur. Og samhengið, ég sit núna hjá þeir að tala við þig. Það er út frá einhverjum gefnum forsendum. Við tengdumst á einhverjum ákveðnum tíma og þekktumst og eitthvað og kynni. Þannig að það er karma okkar að sitja hér. En það er eitthvað annað sem leiðir okkur saman til að byrja með. Og okkur er kannski ekki ljóst í lifandi lífi hvert samhengið er. Við sjáum það ekki.
Og ég trúi á líf eftir líf, sko. Og ég trúi því að við lendum aldrei í neinu ástæðulausu. Nei, hvort sem það sé velgengni eða bara ofbeld og þjáning. Eða félagskap eða whatever. Og þeir sem á móti þessari tilgátu, þeir myndu þá aðhyllast einhverju sem myndi heita sko selective karmic belief systems. Því að ég trúi á karma, ég trúi bara ekki á allt karma. Ég trúi ekki á karmaið sem hefur valdið mér sársauka. Því að ég á sársaukan skilið ef ég að upplifa hann. Þannig upplifið það. Hvort ég sé misnotaði sem barn eða lamin sem unglingur eða hvernig sem það er. Þetta allt eitthvað út frá gefnum forsendum. Ég trúi því. Ef ég á að fara að gera upp, og núna ég bara eitthvað orðin 40 og eitthvað, sko, ég kannski lamin eða misnotaður, ég ber ekki ábyrgð á verknaðinum sem slíkum út frá gefnum forsendum, en hver veit hvað ég gerði áður fyrr, einhver staðar, í einhverju samhengi sem var þess að ég verðskuldaði þetta. En ég ber ábyrgð á afleiðingunum sem sitja eftir innra með mér. Nákvæmlega. Því ég er orðinn 40 eitthvað ára gamall, ég er ekki krakki lengur, sko. Nákvæmlega. Það þýðir ekki, ég þurfa að fyrirgefa viðkomandi eða ekki. En eins og í sporakerfum, og þú ert með svona fullt af einhverjum sporum, spor 4 og 5, þá snýr það að því að þú kannski gramur út í eitthvað. Fucking hatar það. Hatar þetta leið. Þegar ég fyrir að greina þetta, þá kemst ég að því að í langflestum tilfellum sé ég samhengið og ég sé það að ég með einhverju móti kom mér í aðstæður þar sem að ég varð svo særður. Oftast. Og afleiðingin af þessu, að sjá þetta, já, þetta var eiginlega næstu því bara mér að kenna. En ég vil samt taka það fram að það er ekkert alltaf þannig að maður sjáu þetta. En afleiðingin af þessu er að fyrirgefning gagnvart öðru fólki og stofnunum, hún rís innan með mér. En ég fer að fyrirgefa öðrum sem afleiðing. Ekki út í ég tók ákvörðunum að fyrirgefa neinum. Með viljastyrk, út frá hugmyndum að ég eigi að gera það. Já, að fyrirgefa honum. Takist í hendur og verið vinir. Já, nú tek ég ákvörðunum að fyrirgefa þér, en ég er ekki búinn að sjá atburðinn fyrir það sem hann raunverulega var. Og eftir sit ég með sjálfsatrið og þetta, ég er ekki búinn að fyrirgefa sjálfum mér. Og þegar ég er búinn að sjá hvar ég braut á öðrum, það geta verið óraunhæfa kröfur á fólk, getur ósanngjarnt, bara ég er að gera bara kröfur á fólk sem að þeir einhvern neinum kringustöðum gáðu það út fyrir að það getur staðið undir. Þetta er brot. Hvort það sé ofbeldi eða þjófnaður á peningum eða hvernig sem það er. Ef að ég er tilbúinn til að sjá brotin mín og fara inn í aðstæðurnar og lýsa því yfir að mér þykir þetta leiðinlegt og ég gangist við þessu og ber fulla ábyrgð og ég tek ábyrgðina og lýsa því yfir að ég sé tilbúinn til þess að gera allt sem í mínu valdi stendur til þess að reyna að lagfæra skaðann. Þetta leiðir af sig sjálfsfyrirgefningu. Því fyrirgefningin, hún er tvíþætt. Skilur hvað við? Ég skil alveg hvað það fara. Þetta er minn skilningur á þessu allavega. Og svona hef ég náð að frelsa mig undan þessari möru sjálfsmíns og annara og afleiðingunum sem sátt eftir að það var brotið á mér og afleiðingunum sem sátt eftir þegar ég braut á öðrum og fyrir vikið eru frjáls maður í dag. Það var einslegt. Gott á þau. Já, ég átti það nefnilega skilið. Já. Að verða frjáls. Já, en svo gerist það. Já. Alltaf þegar, sko, ekki alltaf. Stundum á vondum degi, allt er einhvern veginn fyrir á skjön og jari og hugurinn leitar í einhverju átt. Og þá finn ég hvað er vont að upplifa þetta. En ég var búinn að fyrirgefa. Upplifa hvað þá? Eins og til dæmis, bara tökum sem dæmi, ef að hugurinn leitar í uppeldisstöðar mínar. Já, einhverju einstaklingar. Já, og ég geng samfélag og segi já, ég er heill maður í dag og er búinn að raða þessu öll upp í hillu. Það poppar upp aftur maður. Já, af því maður er alla ævi að vinna úr brotunum sinni. Ég veit það.
þannig að það ekkert bara takist í hendur og verið vinn. Nei, þú þarft ekki eins og að taka í hendurna á neinum. Þú sagt að fokka sér. Þess vegna. Og það það sem ég gerir. Ég segi öllum að fokka sér. Já, góð. Mér finnst það geggjað. En þú veist, þetta lið getur bara að fokka sér. Og það mikil heilun í því. En það þýðir ekki, sko, það munur á því að segja fólki að fokka sér og að hata það. Það tvennt ólíkt. Skilur hvað við? Ég hata engan í dag þótt ég segja öðrum hvernig manni að fokka sér, sko. Nákvæmlega. Og því, þú veist, þetta bara kærleikur í öllu, sko. Og en ég skil alveg hvað þetta fara, en það líka bara eðlilegt. Við erum bara búin til úr holdi og einhverju drasli og við erum bara að upplifa og minningar sitja og svo losnar þær og það bara poppa upp og það eðlilegt að upplifa viðbrögð í kjölfarið. Nákvæmlega. Við eigum að gera það. Lífið alls konar og gerist alls konar og sumir dagar eru betri en aðrir og svo þetta bara, svona gengur þetta dag frá degi. Já. Ég gæti setið hann í allan dag. Ef þú myndir tengja mig með þvaleg og gefa mér aðra svona flösku, þá gæti ég setið þetta fram á kvöld, sko. En ég vissi það áður og kæmur að við gætum spjalla þetta. Það er svo margt annað sem ég langar að ræða við þig, en ég vil fara svolítið í kannabisið. Já, og taka núna smá... Já. Hvað málið, sko, ein spurning, auðvitað spurning. Ég veit þú að lítið svona, ég kann ekki segja þetta, GPC. Nei, það var bubblu. Má ég senda konunni minn SMS og segja henni að ég sé 10 mínútur eftir? Já, segja henni bara að koma, sækja þig. Já, það er bara heimilislegt og ég rugla þá með hann. Ég held upp í stöðinu með hann. Er það að það svona GPS olíur. Af hverju búið að taka allt góða stöfi úr þessu? GPS? Nei, hvað kallar það? CBD? Já, CBD. Já, það var eitthvað sem sagði, sko, við mig. Mér langar í svona CBT-olíu. CBT, það er sko, cock and ball torture, það er svona innan BDSM, sko. Af hverju góða stöfi alltaf þetta? Það ekkert búið að taka það allt úr þessu. Þetta er lekúolía, þetta er geggjuð olía, hún er hrá hérna þessi og hún inniheldur, veistu? Já, prófum það. Þetta er hrá olía. En þetta, ég má ekki keyra eftir og svona. Má ekki allt svo vilt. Hún inniheldur 20% CBD, hún inniheldur líka, þetta er fullspektrum olía, 0,2% THC, sem er smáskamtinn af THC. Og ég taka heilan svona gaur? Já. Og THC er í rauninni eini kannabinóðinn af 130 sem að plantan inniheldur, sem að er hugarfarsbreytandi eða víkandi. Maður fyrir allan ekki sleik við konuna strax og eftir. Þetta alveg Þetta bara eins og hasóliðan í gamla daga, sko. Það var mitt. Hún geggjuð, hún er líka hrá. Hún er mjög góð þessi. Sorry, halda árum. Já, og hann sko, já, en þú veist, þetta var stórt skref fyrir mig að semja frið við hampinn, sko, því ég var stóner í svo mörg ár og átti í svo miklu love-hate sambandi við THC. Það er virkefnið í þessu. Ekki við cannabis. Hugbreytandi. Já, heldur við THC. Og ég ofnotaði THC og málega með gras í dag sem mikið af þessum ungu krökkum er að reykja. Það er verið að tala um að þessi krakkar er að fara bara inn í geðrof og inn á geðdeildir og bara út frá grasi, sko. Það er mjög einföld ástæði fyrir því. Því plantan sem þetta lið er að reykja, þetta er ekki plantan sem við eigum að vera að reykja. Því það er búið að eiga við þetta allt saman. Það er búið að keyra THC upp úr öllu valdi og fyrir vikið er búið að minnka í rauninni hlutfalli á öðrum kannabinóðum eins og til dæmis CBD sem gerir ekkert annað en að styðja við taugakerfið. Þannig að ef þú tekur inn THC í sko guðdómlegu magni eða hlutfalli við aðra kannabinóða, þá gerist ekkert nema taugakerfið er slökun, það heilast, bólgur minnka, þetta fer inn í hverja einustu frumu, það er kerfi sem kallað er ECS, Endocannabinoid System, sem er í hverju einustu frumu sem er hannað til þess að taka á móti kannabinóðum. Og sko, lífræn, ökológisk planta kemur aldrei neinum inn í geðrof. Nei. Eða paranoju, eða ofsóknaræði eða hvað þetta allt heitir. Þannig að ég áttaði mig á því, þegar ég var búinn að vera edrú í nokkur ár, að ég er ekki vanmáttugur gagnvart kannabinóðum, nema Er þetta einhver
triggerpunktur fyrir það, þá... Það það fyrir marga, sko. Já. Og veist, ég tek CBD ekki bara í oljum, ég líka með þetta, ég tek þetta í paste til að leyfa þær að smakka það líka. Það ekki. Þetta 50% CBD, sem sagt, taktu svona hrísgróna þessu, sett á puttana bara og undir tunguna. Og svo tek ég þetta, já, svo reyki ég líka hampinn, ég reyki blómin, ég vefi þetta bara í jónur, ég tek þetta í lón, gamla lónið mitt sem ég var næstu búin að gefa góða hirðin en blessunarlega hætti við það. Þú veist, þannig ég að reykja blómin, það engin trigger, ég tek CBD í stíla líka. Þú veist, það geggja því þá bypassa ég svo margt, sko, með því að fara að taka þetta beint upp í raskati. Og þarna, ég drekk þetta í smoothies, CBD tyggjó, krem og oljur og allan fjandann, þú veist. Þannig þetta alveg heilt frumskógur að setja sig inn í? Já, algjörlega og afleiðingin bara líkamlega séð og það hefur auðvitað áhrif svefn og lund og allt, það ég bókstaflega nýr maður. Finnurðu mun að þér? Stórkostlega mun. Hvernig þá? Hvar birtist það? Ég bara bókstaflega, sko, ég sef, óslitið. Ég vakna endurnærður eftir djúpsvefn. Alla bólgur í líkamanum því það sem að kannabinoidarnir gera, það er minnka og svo alltaf í mínu tilfelli því ég nota náttúrulega svo mikið af þessu stöffi að það er bara að eyða bólgum inn í líkamanum. Þannig að ég er laus og liður. Ég ekki að díla við neina kvilla eða mjóbaksverki eins og ég var að díla við í mörg ár þökk CBD meðal annars. Húð, hár, og hvað var það lund, bara svona almennur léttleiki og bara meiri víðsýnni. Ég bara rólegri á taugum og allt annað maður. Það bara þannig. Nú veit ég að við étum alveg gríðarlegt magn á Íslandi af svefntöflum. Já. Veist, það bara, við erum bara hérna uppi á svona ríki. Ef að ég, sem alltaf með svefnraskanir, ætla að leggja í það ferðalega að nota svona. Já. Hvert fer ég? Byrja ég bara að googla þetta? Þarf maður að finna upp hjólið? Get ég bara flutt heim til þín og fengi allar upplýsingar? Já, þú getur bara sendt mér skilaboð, en ég náttúrulega bara er í vinnu fyrir bara fyrirtæki sem að flytur inn þessar oljur. Er það verslun einhvers staðar staðsett? Já, það er bara verslun staðsett hérna í Reykjavík. Hún er á netinu, það er gottcbd.is eða Hemp Living, semst upp í Urriðaholtsstræti og það er bara verslun sem að selur í rauninni bara innfluttar vörur, sem sagt oljur og annað, sem sagt frá framleiðendum sem eru með heildræna framleiðslu af afurð, þannig að þetta bara fá frægi yfir í flösku. Þannig ég get lappað þar inn og sagt já við þetta vandamál stríða leiðbendum mér. Já, klárlega, það er alveg málið. En hvað var að svefnin og annað, þá er því kannabinoidarnir eru, eins og ég sagði, 130 og það eru aðrir kannabinoiðar eins og CBN, sem er annað kannabinoiði. Og þegar ég fekk flösku af CBN og hafa sagt, Gunni, prófaði þetta, þú eru slegin í rót á kvöldin, Ég allt svona svefntöfludrasl og annað, það er bara algjört fucking eitur því þú vaknar bara daginn eftir eins og það hefur keyrt í jarðýta, Og öskubíl. Og öskubíl. CBN-ið, það virkaði bara þannig að ég fekk mér eitt svona staut fyrir svefnin og ég prófaði þetta nokkru sinnum. Ég hef ekki þurft þess að eitthvað reglulega því ég hef ekki verið að glíma við mikla svefntruflanir eða þannig eftir að ég fór að nota CBD svona reglulega en ég var bókstaflega slegin í rót. Og svefnin og svefngæðin sem ég fekk út við að nota þetta á kvöldin áður en ég fór að sofa voru ómæld, voru rosalega. Og engin bakreikningur? Ekkert, ekki neitt. Snill. Já, þannig að ég mæli alveg klárlega með þessu, Ég þarf greinilega að mennta mig í þessu meira en eins og ég segi, ég vissi af þessu, ég hef aldrei stigið inn innan heim. Nei. En ég ætla að gera það núna. Ég leiður á því að svo illa og vakna eins og öskubílar hann keyrt tvisvar í mig, í grunni. Ég skal senda það bara linku eftir. Gunnar Dan. Má ekki koma aftur? Mér finnst þetta sjúklega skemmtilegt. Jú, þetta er ógeðslega skemmtilegt. Við erum búin að vera duglegir að tala. Algjörlega, ég var ég var samt alveg helling eftir að ræða við. Já, ég veit það. Alveg helling. Við tökum það næst. Takk fyrir að koma. Já. Það var sértilis ánægilegt að fá þig. Sumulega skemmtilegt. Skál og taka Jesú borð. Já, og bara gott fyrir Jesú að vera stíginn. Já, og þangað til í næstu viku, þá bara þökkum við fyrir að horfa.